Verið velkomin á leik Fjölnis í 7. leikdeildar karla. KSÍ minnir á heiðarleg framkoma utan vallar. Innan leiðir af sér betri og skemmtilegri knattspyrnu. Berum virðingu fyrir öllum þátttakendum leiksins. Við byrjum á að kynna gestana úr þorpinu. Í markinu númer 1 og jafnframt fyrirliðadómara Aron Birgir Stefánsson. Númer 2 Elmar Þór Jónsson. Númer 5 Birgir Heimisson. Númer 6 Árni Elmar Árnason. Númer 7 Rafael Alexander Viktor. Númer 9 Alexander Már Þorláksson. Númer 11 Mark Sörensen. Númer 15 Kristófer Kristjánsson. Númer 19 Ragnar Óli Ragnarsson. Númer 20 Vilhelm Otto Ottosson. Númer 21 Sigmann Gunnarsson. Varamenn í dag eru þeir Auðun Valtísson, Birgir Ómar Lindsson, Hermann Helgi Rúnarsson, Egill Orri Arnarsson, Ingimar Arnar Kristjánsson, Ímir Már Geirsson og Bjarni Þór Viðarsson. Þjálfari þessara er Sigurður Heiðar Höskuldsson. Þáði Fjölnismanna. Númer 26 Halldór Snær Georgsson. Númer 3 Reynir Haraldsson. Númer 4 Júlíus Már Júlíusson. Númer 7 Dagur Ingi Axelsson. Númer 9 Máni Austmann Hilmarsson. Númer 10 Axel Harðarsson. Númer 14 Daniel Ingvarsson. Númer 17 Vilhelm Ingvarsson. Númer 22 Anton Þorsteinsson. Númer 29 Jafnframt fyrirliðadómara Guðmundsson og númer 88 Kristófer Dagur Arnarsson. Varamenn í dag eru þeir Sigurður Harðarsson, Dagur Austmann Hilmarsson, Sigurður Reynisson, Ólíver Dagur Þorláksson, 11 Jónatan Guðni Arnarsson, Orri Þórhallsson og Bjarni Þór Hafstein. Þjálfari Fjölnismanna er Úlfur Arnar Jökulsson og honumfélagsstóri Einar Jóhannes Finnbogason, Erlendur Jóhann Guðmundsson og Gunnar Sigurðsson. Dómari í dag eru þeir Elías Í. Árnason og honumfélagsstóri Antoníus Bjarki Halldórsson og Magnús Garðarsson.
Já, verið velkomin á útsendinguleik Fjölnis og Þórs Akureyri. Ég heiti Gunnar Hrafnar Arnarsson og með mér er Sverrir Hermannsson, komið þið sæl. Já, það er blíðan er með okkur í Grafarvogi og við fáum hérna líklegast mjög skemmtilega leik, lið sem að skora mikið, já, oft fá mörg á sig allan á lið Þórs. Skulum bara fara yfir liðstillin, uppstillingu liðana. Við byrjum á liði Fjölnis. Í markinu er Halldór Snær Georgsson, Reynir Haraldsson, Júlíus Mar Júlíusson, Dagur Ingi Axelsson, Máni Austmann Hilmarsson, Axel Freyr Harðarsson, 14 Daniel Ingvar Ingvarsson, 17 Viljónur Yngvi Hjálmarsson, 22 Baldur Þór Berntsen, númer 29 Guðmundur Karl Guðmundsson, númer 88 Kristófer Dagur Arnarsson. Og þjálfari Fjölnis er Úlfur Arnar. Og í liði Þórs í markinu Aron Birkir Stefánsson, númer 2 Elmar Þór Jónsson, númer 5 Birkir Heimisson, númer 6 Árni Elvar Árnason, númer 7 Rafael Viktor, númer 9 númer 9 Alandstir Már Þorleifsson, númer 11 Sörensen, 15 Kristófer Kristjánsson, 19 Ragnar Óli Ragnarsson, númer 20 Vilhelm Otto Bíring Ottosson og 21 Sigfús Fannar Gunnarsson. Og þjálfari Þórs Sigurður Heiðar Höskuldsson. Já, Gunni, ég held að við erum eftir að búast til mjög hörður leikinn í dag. Veðmála séur halda að þetta verði mjög jafn leikur. Þetta verður spennandi að sjá. Já, við Fjölnismenn höfum haft tak á Þórsurum, en þeir... Fyrir utan seinasta leik. Já, fyrir utan seinasta leik. Við töpuðum í bikarnum. Og illa með okkur í bikarnum. En þeir duttu grátlega út á móti Stjörnunni í einum leiðilegum fótboltaleik. Já, það geti setið aðeins í Akureyringum, en sjáum hvað setur. Ja, Fjölnismenn koma hérna bara með gulir og glaðir eftir stórsigur og Njarðvík í síðustu umferð. En menn get ekki lifað lengi á því. Aðstæður til fyrirmyndar.
Dagur Ingi kominn hérna, en boltinn rennur út af til Aron Markmanns Þórsara. Það er búið að vera mikið talað um þetta Þórslið. Það er eins og þetta lið eigi bara að fara upp af öllum sérfræðingum. Já, mikið bjartsýni fyrir móti á þeim, eða kannski bara sérfræðingum, ég veit það ekki, en þetta er svo sem rétt að byrja. Siggi væri kominn í bæinn, þá var þetta komið, en það er langur vegur. Þetta kom vel inn í síðasta leikum liði Fjölnis. Aron Halldór hérna í smá basti. Heilsa boltan út af. Síðan vonustu eftir stóra leik frá kónginum, Gumma Kalla. Hann er búinn að eiga flott tímabil hingað til. Já, það gengur víst mjög vel á gólfvellinum í Þorlákshöfn. Hann er að slá vel þar. Hann er að sigri öllu í lífinu sem maður. Það er Þórsara með innkast. Langur bolti hérna, flikkaði fyrir. Bolti fyrir og yfir. Færi. Fínt færi þarna, Kristófer spyrnir boltanum yfir. Þarna var hætta á ferð. Kristófer nr. 15. Gummi Kalli stillir fiðluna, kemur spilun í gang, við missum boltan. Koma hérna rólega fram. Markmaður Þórs gerði afdrifarík mistök í bikarleiknum á móti Stjörnunni. Það er spurning hvernig hann mun koma út á þessu leik. Og koma hérna upp, boltinn fyrir, en þetta stóðar Baldvin Júli. Þeir spila tilbaka á Þórsara byrja svona yfir betur, eru meira með boltan og líta ágætlega út. Já, vel unnin á miðjunni inn á Fjölnismönnum. Leikur öll, nei, hann stoppar þetta. Já, það hefur nú oft verið þannig í svona Fjölnisleikjum að Fjölnir byrja rólega, en hafa verið beittir þegar það fengið sína sóknir. Já, þetta er búið að vera flott síðan á Fjölnismönnum, okkar mönnum. Og með sigriðin í dag komum við okkur í mjög góð mál í deildinni. Sörens yfir á Elmar. Dagur Ingi stöðar þetta. Þetta er aukaspyrna. Það er gott að vera komin hérna í Dalhúsinn. Loksins spilum við heimavöllin á toppaðstæðum úti, góðu grasi. Menn tala um að þetta sé besta grasið í bænum þessa dagana. Já, verðum meðal að gefa síðan áminningu á útvarpsþáttinn Gulaspjaldi sem talaði um í gær að þetta veri eitt lélegasta vallastæði á landinu. Sendu bara gullspjald þangað. Já, það er allir vitleysan þar. Því líka bullum. Birkir með að langa bolta fram. Dagur skattar þetta burtu. Axel. Hann næri við ná honum boltan. Mér sýnist að það hafa gert 4 breytingar á sínu liði síðan þið spiluðu á móti Stjörnunni, þannig að það eru ferski fætur hérna inn á. Já, það er góð lykt hérna í gráinum. Grilllyktin er í loftinu. Þetta er svo fallegt maður. Júli yfir á Baldvin. Þeir hafa staðið sig vel. Turnarnir 2.
Ég hitti í Egilshöllum daginn njósnara frá IA. Það spurning að það að skoða turnan okkar. Hann vildi ekkert gefa upp. Dagur Ingi. Við sendum ekkert upp á skagan held ég. Boltan fyrir. Góður bolti. Þórsar verður stöðun. Axel komur í góða stöðu. Bolti fyrir. Daniel með komið með marktilraunina. Það alltaf að gerast. Við velum okkur inn í gamlum. Skeiða Þórsar upp hérna hægri kantinn. Sörens kemur hérna yfir á Villa. Villa með boltan fyrir. Kantinn skallar frá. Lausirna boltinn fyrir og markspyrna sem Fjölnir á. Lítilega þetta þessu. Það gengi aðeins betur en það til að byrja með á Þórsurum. Þeir voru í fyrir leiknum þá voru þeir beinskeyttir. Við klúðurum mörgum færum á móti þeim. Já, voru ekki tvær gjafir það bara. Jú. Herru, það er boltinn hérna. Kristófer, sloppinn inn í gegn. Bolti fyrir. Þórsar að leysa þessu. Árni Elvar. Góð barátta. Aron með boltan. Spyrnar hún langt fram. Rafael. Mikið lítið miðvar að parið út vel á okkur. Stórir og stæðilegir. Þetta er bara ástæða fyrir að fólk geti borgað sér inn að horfa á þetta glæsilega miðvarapað. Nú erum við komin inn aðeins með Fjölnir sem sækja aðeins á þetta. Fjölnir kallar aðeins og bráðar á sér hana. Það er langur á Rafael. En Júli hreinsar út af. Júli alveg pottþéttur hérna í vörninni á okkur. Það er allt pottþétt úr þessari fjölskyldu. Já. Maður er alveg að taka skýrslu á kónginum Eysteini. Já, það er bara spurning hvort að þau eru ekki bara að vera að virkja fleiri börn hjá þessari fjölskyldu. Já. Það þarf alltaf fleiri Fjölnismenn. Þórsar eiga hérna hornspyrnu. Það er hann Sörensen sem tekur þessi hornspyrnu. Hann er allt í öllu hjá Þórsurum. Sér það er hátalari sem byrgir sín í útsendingunni, en svona er þetta bara. Það þarf alvöru boltinn hérna fyrir. Dóri skallar þetta frá. Það þarf alvöru græjur til að blasta Kristmund Axel. Því líka lagið frá þeim meistaram. Þetta er komið á topp 50 í Íslandi. Boltinn hérna fyrir. Já. Þeir geta gefið langa boltaðinn inn í háa boltinn hérna. Út í teig. Engin ætti þessu. Nei. Sen enn einn bolti fyrir. Hann rúlar bara fram með öllu. Þeir ná ekki hitt á kollin á Rafael Viktor. En þeir hafa verið beinskeyttir hérna upp á köntunum, Þórsarar. Þeir gengið svo sem ágætlega Fjölnismönnum að loka á þetta en... Herru, ég er alltaf verið að veita stúkunni. Fólk getur ekki hafið sig yfir grassinu. Gummi Kalli. Áhorfendur ánægðir með grassið. Þvílíkur leikur sem Máni Austmann átti í síðasta leik. Það var 2 stoðsendingar á mark. Kölluðu þetta Mánasjó. Það er magnaður leikmaður og geti hæglega spilað í þeirri efstu og bestu deildinni. Já, það mun fylgja okkur upp í ár. Herru, Axel og reynir. Glæsilegt og Axel. Gerði þetta bara sjálfur, já, koma svo, bolti fyrir. Aron verið út og Þórsarar hreinsa. Það er búið að dæma hérna. Axel flottur hérna, fylgdi vel eftir og vann seinniboltann. Munaði hásbreyt þarna við Fjölnismönnum. Hann er alveg ótrúlegur þessi leikmaður. Magnaður drengur.
Það er gott að sjá markmaður hann Aron er búinn að jafna sig. Já, lá hann eftir. Smá samstuð. Já. Þeir spila stutt. Sörens leitar svona box to box player, leitar svolítið niður og ríkur síðan upp með Þórsliðinu eða á að halda. Þetta er vel spilað hérna. Nei, maður má ekki hrósa svo mikið. Dóri. Daniel er á Kristó, henni er haldið í hann hristir þetta bara af sér, vel gert. Yfir á Reynir Haralds. Vá. Já, vel gert. Kristófur yfir á Mánaðinn. Aðeins fyrir aftan hann, en Dagur Ingi nær boltanum, heldur honum inn á. Þarna er Kristófur getur bara haldið í boltan og jafnvel skotið á markið. Þeir þræða hérna í gegn. Þetta er betra að nú er Fjölnisliðið byrjað að ógna meira. Bara Villi. Júla. Já, Axel kominn hérna. Næra Halldórum inn á þeim. Það er búið að dæma rángstæður. Já, það er fullt af fólki hérna prúðklætt í stúkunni. Það er útskriftardagur, við óskum öllum háskólanemum til hamingju með daginn. Já, innilega til hamingju. Það er allt annan líf að vera að koma með gráðuna. Kannast þið það, Sverrir? Jú. Þórsar hérna með útspark. Beint á pönnun á Rafael sem framlengir hérna og við flikkaðu sín í teig. Baldvin stöðar þetta. Hreinsar hér út af. Þeir leita tilbaka. Sterkur í loftinu Rafael. Svo verður Sigur hana. Sigfús. Yfir á Kristófer. Rafael. Snýr Gummakalla. Snýr hann ekki eftir sér en kemur fyrir skoti og boltinn fer hérna framhjá og Þórsarar eiga hornspyrnu. Viðkomaði Fjölnismann. Það verðist vera hættulegur hann fær þessi svæði, Rafael. Þetta er algjör. Þetta er mikið, þetta er fullvaxið kalldýr. Heldur betur. Ég held að þau hafa tekið hann frá Njarðvík. Það er spilað þar á síðasta tímabili. Góð leikstíl. Sörens með boltan fyrir. Hann dettur hana fyrir fram á markteig og bara rúlar út af. Góð hornspyrna, eiginlega fullkomin en engin Þórsarar náðu að fylgja eftir. Nei, þeir voru bara í einhverju störukeppni hana. Fjölnir leika boltan koma hann fljótt í leik. Sjáum að Costa del Sol stúkan er þétt setin. Einn fallegasta, stúka bara landsins, verður ekki að segja það, Gunni? Jú, það er alltaf best að vera bara í grasinu, sko. Já. Langur inn á daginga, en Þórsar að leysa úr þessu. Ekki vandamál, engin vandamál. Þannig verð. Það er langur. Rafael. Ekkert á þetta, áfram með leikinn. Það er einhverju leikir enn tilbúinni. Hann má spjalla við dómarann. Máni hérna. Axel Óla brotið ánum. Árni Elva brýtur hérna á Mána Austmann á góðum stað. Fjölnismenn fá aukaspyrnu á góðu. Já, góðu færi. Þetta getur verið rosalegt. Breiðhyltingurinn Geði mætir. Jafnvel orðin sonur Grávaks og smyr hann í netið. Það er spurning hvort að Máni gefa honum færi á þessu.
Reynir verið útskýra fyrir hvernig hann að fara að þessu. Hann var eitthvað meiddur Reynir, ég sá hann hérna, hann var ekki á æfingu í vikunni. Hann hefur náð sér heldur betur vel. Og átti leið hjá hérna Voginn. Þetta er ótrúlegur íþróttamaður. Já, hann líka, Reynir svakalegur tónlistarmaður. Heldur betur vel. Þeir fara yfir málin. Baldvin líka eitthvað að hóta hana. 1, 2, 3. Það er Máni sem tekur spyrnuna og fer í vegginn. Slögspyrna. Slögspyrna á Mána. Hann veit að manna best. Og þeir eru maður að Káramenn eða Gula Þrumann er farin að styðja við Fjölnismenn. Þéttasta stuðningsmannasveit landsins mætt. Og mun halda upp í tempóinu í dag. Já, ég sé að þeir eru með brísir við hönd, það er gott. Flottur sumadrykkur brísirinn. Sören. Það leysa vel að þessu. Koma hérna upp hægra megin. Árni niður. Elmar. Villi. Ég kalla bara Villa. Willem. Sörensen. Hann er eins og hersöðingi hana. Þráttur erfitt tap Þórsara á móti Stjörnunni í bikarnum. Spiluðu ágætlega og voru síst verra liðið. Herru, hérna ekkert enginn þetta. Já, þeir spiluðu bara mjög vel. Þetta var algjör óefni hann í lokin. Síðastu spyrnu leiksins. Já, heldur betur óþægilegt fyrir Þórsara en þeir ná sér upp á þessu. Vinnaði boltan bara. Hangu fyrir, boltinn er inn fyrir Rafael. Hann skýtur á markið og það fyrir innkast. Já, Þórsara virðast líka sakna mannsins með gjallahornið. Hann hefur ekki komið með rútunni sem að gera það gott í útsendingunni. Nei, það er spurning hvort honum hafi verið hleypt inn í Voginn. Þeir eru víst ströng á því hérna í gæslunni. Já, ég held að þetta sé bannað hérna í Paradísinni. Hérna eru þeir sækja upp bæra meginn og Sörensen. Háan bolta fyrir á Rafael en hérna er brotið á honum. Fjölnismenn. Rafael brýtur hérna á Baldvini. Baldvin sterkur hérna, fylgir honum vel eftir þessum sterka leikmanni. Gerir þetta bara vel. Já, mjög vel gert. Já, Sverrir, hvaða Fjölnismaður finnst þér að færi best á stað með liðinu hérna í byrjun upphæði tímabils? Ég held að ég verði að segja eins og ég benti á hann, Gummi Kalli, hann er búinn að vera svakalegur og raun og veru bara límið í þessu liði og já, búinn að standa þessi gífulega vel drengur og nú vonandi heldur það áfram og getur verið lykillinn á góðum árangri í Fjölnis í sumar. Já, sama hvaða sumar er hérna í Gráinum, það er alltaf Gummi Kalli sem að þarf að Já, og draga það er pokann. sem við þurfum þetta, ákveðin Fjölnis hjörtu og stemningu sem fylgir þessu dreng. Þetta er kóngurinn í Gráinum. Ég sá að vera að bjóða í Fjölnis Open næsta laugardag Já. á Þorlákshafnarvellinum og þar kemur Gummi Kalli við sterkur inn. Ívar Björns var líka going, gamli kóngurinn. Það er stórt. Já, ég hef heyrt að GM sé með honum í hóli, þannig að það getur verið, það er hár stuð að þeir taki þetta. GM er frábær kylfingur. Hérna koma Fjölnismenn. Það Birkir stöður þetta, eins og kóngur þarna í ríki sínu. Til límið þessu Þórsaraliði. Glæsilegur snúningur. Árni Elvar. Nei, harður bolti hérna, virstilega gert, Rafael niður. Boltinn hérna fyrir. Og Fjölnismenn hreinsa. Stórhættulegt, Sörensen. Neglu og það framhjá. Ágætis tilraun af Þórsarum. Ég
Sigfús fann að fóra þarna upp vinstri kantinn, gerði þetta vel, kom með góðan bolta fyrir en hann var ekki neitt mættur á réttan stað. Það var hættuleg sókn. Reynir Haralds fer inn í hreyfingaspil með Axel sem að Þórsarar verjast vel. Skipta hérna yfir á Dagur Inga. Dagur Ingi með skallan fyrir. Kristófer er dæmdur brot, nei, það er dæmdur rángstað. Nelta pönnun á Rafael. Júli stöður þetta á Baldvin hérna ykkur smá brasi. Leysir þetta drengurinn. Hann nelta á Dagur Inga og þeysist inn upp en Hættulegur bolti. Birkir hérna örgur. Setur hann niður yfir á Aron. Það er góð pressa hérna á hann. Hann reynsar hérna á bekkinn. Kalli fær hérna Rafael í bak, leysir úr þessu. Brotið þarna á hann, höldum leiknum áfram. Vili gefur hann tilbaka. Það er að dreifa boltanum hérna. Þetta er léleg sending. Klaufalega gert hjá Völsundsmönnum. Rafael geysist inn upp vinstri kantinn. Villi er í honum. Hann bíður eftir fleiri hvítum treyjum. Rafael. Boltan fyrir. En vel leist upp frá Völsundsmönnum og Axel er kominn inn í góða stöðu. Axel geysist upp með Dagur Inga hérna. Dagur Ingi. Dagur Ingi kemur hann upp. Dagur Ingi. Boltan fyrir. Og það er engin gulltreyja. Sjáðu Axel, hann rífur bara boltan á honum. Glæsilega gert. Vel gert hjá Axel. Axel búinn að vera okkar ferskasti maðurinn til þess að byrja með. Rosalega kraftmikill og öruggur í þessum aðgerðum. Glæsilegur leikmaður. Gummi Kalli yfir á Dagur Inga. Dagur Ingi með bolta fyrir. Aftur, hann fær annað tækifæri. Hálbolti fyrir og Máni. Glæsileg tilraun. Flott tilraun okkar mönnum. Já, mér finnst Völsundsmenn vera að vinna sig hérna, vinna í leikinn og eru komin bara með, búin að eiga góða sénsa hérna. Já, leikurinn er í raun og veru í járnum. Það hefur hvorugt lið náð einhvern veginn yfirtökunum og já, það verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast. Þeir geysast hérna upp, hægri kantinn. Kristófer hérna með bolta fyrir á Árna Elvar. En það verður ekkert á þessu, Dagur Ingi hreinsar út af. Eins og Þórsarar geti gert betur. Það er fullt af hvítum treyjum í tegnum. Það er eitthvað hérna hnjask. Er þetta ekki líka búið að vera svolítið vandamálið hjá Þórsarum? Það er þetta endprodukt fyrir fram á markið. Þetta er vel drillað lið og spila skemmtilega bolta en einhvern veginn hefur þetta ekki fallið fyrir þeim. Við vonum að það byrji ekki fyrir í næsta leik. Hárboltina fyrir og Rafael Sörens er með fína tilraun. Halldór Snær Georgsson bara hann öruggur í sínum aðgerðum og greip boltan vel. Ekkert panik í okkar manni. Engin ástæða til þess. Hennar Völsundsmenn. Það er góð pressa hennar frá Þórsurum. Kom hennar hátt á okkur. Hvernig leysum við þessu? Villi kemur honum yfir línuna en þetta er bara út af. Góð pressa á Þórsurum.
Fjölnismenn voru ekki alveg að leysa vel á þessu. Það eru Fjölnismenn vinna þennan boltan. Kristófer. Nei, Daniel Ingvar. Þetta er aukaspyrna, en nei, leikur heldur áfram þegar Þórsar fá innkast. Fjölnismenn bíða bara en eftir þeim, það er léleg pressa hérna. Langur bolti. Ragnar Óli misefnaða sendingu, Reynir Hals kemst inn þá. Hérna, þetta eru Fjölnismenn nýta, koma inn yfir á Dagíka. Það stöða þetta. Svolítið saga leiksins, boltinn hefur verið svolítið bara í innkasti og hvorugt lið hefur náðu einhvern veginn að, já, hvað hefur að segja, náðu sínum takti. Kannski ekki skrítið í svona stóru leik. Já, Kristófer haldið niðri. Það er ekkert að tjóna það, aukaspyrnan tekin. Villi leið tilbaka. Axel með misefnaða sendingu. Mars Pétursson Þórá. Grindavík með góðan sigur á hann á móti Leikni, 2-3. Er það ekki fyrsti sigur Grindvíkinga á tímabil? Jó, fer ég með rétt mál? Halli Róðmars fer vel á stað. Já, sá kóngur. Sendum honum góða kveðjur. Sá toppmaður. Já, hann er mjög vel liðinn í Voginum. Já, hann segir góða sögur. Þórsar að koma inn að sækja upp hægra megin. Þetta var misjafnuð hælspyrna. Já, ég held að Halli Róðmars er eini maðurinn sem ég þekki sem hefði talað Ingimar Guðbjörnsson í kall. Já. Það er ákveðin árangur. Þetta var hérna 2013 sem Halli í raun og veru átti sviðið þetta í austurhluta Vogshúss. Sörensen, kemur hann tilbaka. Lust hérna vinstra megin. Hún koma honum ekki yfir. Það er bara í afturöndan á Rafael og Fjölnismenn hreinsa þetta. Já, Gunni, hefur séð eitthvað kunnuleg nöfn hérna í stúkunni? Svelliðinn mættur? Það er eitthvað víst ammæliskaffi heim hjá honum. Já. Það er ammælisvika sem að náttúrulega... Kannski nýtum tækifæri og óskum honum til hamingju? Já, til hamingju, Svelli minn. Hann náttúrulega spilar lagið bara í viku og býður í kaffi. Já. Þeir eru langur bolti fram og Reynir Haralds tekur við honum. Ísir að Axel býður sig. Þetta er hans uppbólstað, það ræður engin vinnamann, bolti fyrir! Yfirtaknettið. Já, þetta er alltaf, þetta var styttist í þetta góða færi. Já, það er svona Fjölnislags í þess og við veitum alveg hvernig það endar. Það endar bara með að knötturum fyrir netið fyrir Fjölnismenn. Það er bara svoleiðis. Fjölnir á leikinn. Vel gert. Rafael sem það skeiðar þetta upp, Vildi truflar hann. Það er vel á honum. Gera þetta ágætlega hérna. Í á þeim líka, Fjölnismenn. Leit út. Elmar ennum með boltan. Hann getur alveg flengt honum fyrir. Hann hikar
hikar við þetta og Dagur Ingi bara tekur boltan af honum. Góð varnarvinna þarna á Dagi Inga segi ég. Kom honum hérna yfir. Rafael tekur boltana með Villa með sér. Lúmskur bolti hérna, Árni Elvar sem fellur, ekkert, hann heldur hausinn, hann ekkert dæmt. En leikurinn stöðvar því hann heldur höfuð á sér. Já, svo sem ekkert í þessu og dómarinn setur leikinn á smá pásu. Hann með sumarklippinguna. Hristir þetta af sér. Já, þú veist nýbúinn að fara í skeiningu. Það hefði gengið mjög vel. Þetta er Breiðholtsklippingin. Rafael, flengir honum inn Abraham. Komaður Alexander. Sem leggur hann út. Þetta er vel lokað af fylgismönnum. Þeir þurfa að leita úr þessu. Elmar hérna. Úr að Birgi. Passa svona, hann með góða fót. Settur henni upp á Villa. Villi með nótt blása en það er búið að dæma hennan ástæður. Þeir eru greinilega að sækja mikið henni upp vinstra megin á Vilhelm. Þeir eru sterkir hérna. Þeir eru búin að vera sterkir hérna á vinstra megin Þórsararnir. Sendingu sem að misefnast. Fylgismenn vinna bolta. Líka hérna pássi sem er núna að opnast. Villi og Axel hérna, Reynir og Axel. Axel hérna snýðir þetta af sér. Það er á Mána Austmann. Sörensen stöðvar þetta og setur boltan á. Hættuleg staða. En Turnarnir eru mættið tilbaka. Júli hægir á Rafael. Rafael með einhverjum krúsitúlur. Július Már Júliusson, þvílíkur leikmaður, fristir algjörlega þessa sókn á Þórsararnir og kemur þessu úr hættu. Sama hvað stóðhestur mætir á móti fylgismönnum, hann stöðvar hann. Sörensen. Kristoffer, bolti fyrir á Rafael, hann ætlar að fara á. Fín tilraun hjá Þórsurum. Skot frá Sigfúsi. En Dóri, hann var vakandi, greip þetta. Já, Halldór Snær búinn að vera öruggur í þessu leik. Það er ekkert klikkað í honum. Hvað myndir þú nú gera Sverrir og væri að fara að halda hérna ræðu fyrir Fjölnismenn í hálfleik? Ég myndi held ég bara vera að þokast í rétt átt hjá þeim og slagsíðan eins og við talaðum á hann, gamla slagsíða, hún mun alltaf enda Fjölnismenn. Það er rétt. Það er framar játnið. Það er mikið. Yfir á Gumma Kalla. Setur hann niður. Kristoffer með glæsilegt gerð. Gummi Kalli tek snúning. Sörensen, hinn umtalaði, stöðvar þetta og setur hann fram. Júli með Rafael í bak. Þeir að Dóra, þeir leysa úr þessu. Þeir geta gert það eftir allan dag. Með engum ánum. Reynir Haralds,
Yfir á Mána. Stunir á Reyni, nei. Máni gefur fyrir. Fáum hérna hornspyrnu. Innan með stóra mennina og negluðu sig fyrir. Gummi Kalli skokkar niður í horn. Tölta inn á tegin, Július og Baldvin Þór. Þeir eru hættulegir inn í teg. Skulum orða það þannig. Reynir yfir á Kristófer og góður skalli en Arnar Birkir í marki Þórsara ver vel. Þetta líkar okkur vel við. Góður skalli og Aron Birkir með flotta vörslu. Spillir boltanum, hann er slagubolti. Rafael flengir honum bara hérna fram. Við erum alla mennin ennum í tegnum, Dagur Ingi hérna. Setur hann hátt út í tegin, en Aron Birkir grípur þetta. Og það er snöggubolti fram. Sigfús Fannar geysist inn upp. Yfir á Rafael. Daniel Ingvar. Stöðvardagen, þeir halda boltanum. Það er leikið á Gumma Kalla, Reynir Haralds, verst þessu vel. Það er hornspyrna sem er lið Þórsara eiga hornspyrnu. Þetta var vel spilað, Sverrir. Þetta var bara vel gert. Hver var þetta sem skaust þarna upp hornið á Þórsarunum? Ég sjá ekki betur en þetta hafi verið hann Sigfús Fannar. Nú eru nokkuð sprækur. Það er ótrúlegt að, já, þeir náðu að skipta hérna mörgum mönnum frá síðasta leik. Sem að það sýnir að það er ekkert spritt í þessu liði. Egill Orri var hættulegur í síðasta leik á Stjörnunni, hann hvílir nú á bænum. Hornspyrna Sörens. Það er boltinn inn og út fyrir. Ég trúi ekki öðru en að Sigurður Höskuldsson hefur stillt upp sínu besta liði hérna í Grafarvoginum. Fyrsti heimaleikur Fjölnismanna. Þetta er jafnvel þeirra stærsti leikur á tímabilinu. Já, þegar menn mæti í Dalhúsinn þá koma með bestu lið. Þá er öllu tjaldað til. Já. Þýðir ekkert annað. Gummi Kalli yfir á Mána. Máni með stungun inn á Axel en hann er rangur. Ég var risinn á fætur hérna. Þetta leit svo vel út. Það er lítið að gera í rennibrautinni sjáum við. Er hún biluð, Sverrir? Nei, ég held að, þú veist, þekkir Grafarvogsbúa, þeir flykkjast allir á völlinn og sundlaugin er nánast lokuð meðan leik stendur enn. Já, þannig er þetta. Þórsar að leika hérna úr vörninni. Langur bolt á Rafael, en Júli skallar hann frá. Gummi Kalli henni í barningi. Þórsarar er komin í góða stöðu. Sigfús inn umtalaði. Tekur boltanum inn út. Fjölnismenn verjast þessu og Þórsarar fá hérna hornspyrnu. Góð sókn. Fjölnismenn ná einhvern veginn alltaf að loka fyrir þessi cutback hjá Þórsarunum, en við verðum að fara að loka betur á það hérna í þessu og ná þessu seinniboltum. Já, sammálaðir því. Það eru hættur að skapast. Þá er það Sören sem með háan bolta hérna fyrir og Þórsarar skalla þetta yfir. Aðalesandi Már með veikan skalla. Já, Gunni, það eru rúmlega 40 mínútur á klukkunni og leikurinn hefur þróast einhvern veginn. Já, ég ætla nú ekki að segja lítið gerst í þessu leik, en ekkert liðið skapa sér dauða færi til þess að tala um. Nei, það er bara skallinn hjá Kristó sem er búið að vera besta færi leiksins. Bæði lið hafa sótt á báða. Þetta er búið að freka jafnt. Við höfum meira 5 mínútur til að setja hérna slummu. Langur bolti
Misjafni sending. Þórsar að vinna knöttinn. Dagur Ingi vinnur boltann. Tapar hann jafnóðum og Sigfús kemur hérna, ríkur böllinn. Hann knár þessi. Sigfús með skot, Fjölnismenn verjast. Sörensen. Ekki verið að orða Sigfús Fannar eitthvað út? Það er ekki þessi ungi drengur hérna á Þórsara? Hann lítur vel út, Sörensen. Sigfús vinnur aukaspinnu, Axel brýtur á honum. Markamínútan fer að ganga í garð. Menn þurfa að verjast vel núna, ekki missa fókus. Komin í hitt í mannskapi, leikmenn eru byrjaðir að kýtast og já, eins og þú segir, markamínúturinn á detta í gang. Hún hefur stóra þýðingu inn í gráin. Það hefur ýmislegt gerst á 43. í Voginu, skal ég segja. Sörensen með boltan fyrir frískalli en Halldór vel. Vá, þarna skallhurðar í hælum fyrir Fjölnismenn. Alveg gapandi frýr. Þetta á dauðafæringunni og þarna átti hann bara að setja hann einfallega. Þarna vorum við heppnir. Axel setur hann á dæinga, Dagur Ingi með flugbraut. Við spilum tilbaka, yfir á Baldvin. Máni gerir árás. Já, leikur á þá. Kemur þessi skotfæri, nei. Sörensen Sörensen sterkur þarna. Og Sigfús fer á Reyni Haraldsen, brýtur á honum og uppsker gult spjald. Réttilega dæmt. Hann þurfti að stöðva þetta. Stórhættuleg skyndisókn sem hefði komið úr þessu. Já, ég raun og verið bara vel gert hjá Reyni þarna, að taka spjaldið á sig og stöðva þessa vitleysu sem var að fara í gang hérna. Menn fá sér að súpa, það er heitt í Voginum, þvílíka blíðan. Það verður ekki mikið bætt við þennan leik, lítið af stoppum. Nei, ég reikna með kannski einni mínútu. Herru, Rafael stoppinn inn í gegn og setur hann framhjá. Þetta var hættulegt. Klaufalega gert, menn sofandi þann í vörninni. Það er Villi. Og hér er flauta til hálfleiks. Við ætlum að fá okkur kaffisopa og við sjáumst í seinni hálfleik.
Já, verið velkomin í seinni hálfleik Fjölnir á móti Þór. Það fyrir hálfleikunum já, voru bæði lið að sækja og áttu góð tækifæri. Aðalega tveir skallar hana. Þórsar áttu opinn skalla og Fjölnismenn líka. En þetta er búið að vera í járnum. En nú sækja Fjölnismenn að brekkunni og þá eru þeir sterkastir. Brekkan er okkar. Eins og þessu menn detta bara af Júla og vera nálægt honum. Hann hefur sterka nánd. Þetta er bara svo vínilparketti á pappan sko. Þetta stendst alltaf sem rispast ekki neitt. Daniel skiptir henni yfir. Ég syns engin breyting að hafa gerð á liðunum. Söðurins með langan og Rafael. Hann nær honum ekki. Kristófer. Enga breytingar eins og sagði Gunni á liðskipan liða. Hann er að þjálfarar hljóta að vera nokkuð ánægðir svona með gang leiksins. En að sjálfsögðu vilja mennirnir í búrónum fá mark inn sínu megin. Ekkert að þetta leikurinn áfram. Kristófer með boltar á Daginga, Dagur Ingi kom inn hérna. Dagur Ingi með bolta fyrir og Axel! Þetta var Máni dauðafæri. Það nátti Máni að gera betur. Dauðafæri. Gunni út hann hefur þetta aðeins að boltinn hefur aðeins frá aftan hann. Dagur Ingi með glæsilega vinnu þarna hægra megin á kantinum.
Baldvin með ennið unninn í skallabolta. Axel frá fullu krafti í þetta og menn falla bara á honum hérna. Sterkur Axel. Þetta var ánægjulegt að sjá menn fara á fullum krafti í alla bolta. Já, Fjölnismenn byrjaði þetta vel, seinni hálfleikinn og þetta boða gott. Birkir Heimis fljótur að standa upp eftir þetta samstuð. Ekkert væl, ánægjulegt að sjá. Valsarinn Gíði. Þeir leika tilbaka. Gummi Kalli með bakhrindingu á Sörens en Birkir stöða þetta og með langa bolta fram. Mikilvægt blokk hjá Birki. Dagur Ingi með góða vinstri tilbaka. Darra að dansa hérna, Sörensen vinnur boltan. Sigfús fellur hérna og Axel geysist upp. Já, stöður að sjá þetta, glæsilega gert. Tveir menn að nýjunum. Þeir eru heilsa í innkast. Ég er að vera ótrúlega sprettur hjá Alexi og óheppinn að kom ekki eitthvað meira út af þessu. Það er alltaf hægt að Axel fær boltan. Gummi Kalli styttir sig upp til að taka hornspyrnuna. Bolti fyrir, Rafael skallar hann í burtu. Fjölnismenn vinna boltan og Dagur Ingi með skot. Stoppar hann í pakkanum inn í teig. Spilum tilbaka hérna. Dóri þarf aðeins að hafa fyrir þessu. Hann getur hlupið endalaust Dagur. Þetta er þyngdarlaus kvikindi. Þórsar að pressa hérna vel á Fjölnismenn sem leysa hérna úr þessu. Þeir vinna boltan, Sörensen. Þórsar komin í góðan séns hérna. Kristófer yfir á Sigfús reynir skot en Baldvin blokkar skotið. Þórsar að vinna hornspyrnu. Sörensen með hafa bolta fyrir. Baldvin hreinsar. Sterkur hann að Baldvin. Þórsar haldi í knöttinn. Árni Elvar. Ragnar Óli hérna með einhverjar æfingar. Bolti fyrir. Fjölnismenn verjast þessu. Máni. Þórsar að vinna boltan. Halda pressun á Fjölnismenn. En Dagur Ingi stöðvar þetta. Dagur Ingi. Axel með bolt. Yfir á Dagur Inga. Bolti fyrir. Þórsar að leysa þessu. Árni Elvar setur innkast. Tveir boltar inn á. Boltastrákurinn fljótur að kipa þessu í lagi. Baldvin
tekur bara skot hérna. Skotið! Aron stjarfur úr línunni. Glæsilega gert hjá Baldvin. Aron sofandi í markinu og hann lét vaða og boltinn syngur í netinu. Þetta var óvægsari. Þetta var glæsilega gert hjá Baldvin. Sá búinn að vera góður í dag, eins og klettur í vörnin og kórónar leikinn með marki. Ég sjá endursýningu. Hann þarf bara að leika lausum hana, hleður í skot. Þetta er með ólíkindum þetta mark hjá drengnum maður. Aron klórar sér í hausnum. 1-0 fyrir Fjölni. Gulir og glaðir, komnir yfir. Já, það borgar sig að láta vaða á ramman. Já, það er alltaf vel eftir vinning. Leikmaður númer 22, Baldvin Lorentzen. Skoraði markið Fjölnismanna á Fjölni. Uppalinn drengur á Voginum að trillist vel til stúkunni. Fólk er ánægt inn í Voginum. Þórsarar snúa vörn í sókn. Bolti fyrir. Það er rangstæður. Menn með ekki fagna markinu lengi. Það er í fókus. Baldvin yfir á Reynir. Reynir kemur honum á Axel, en Aron tekur boltan, kemur honum strax í leik. Sigfús yfir á Ómar Þór, setur hann á Söðurensen. Bolti fyrir og Dóri grípur þetta örugglega. Dóri alveg pottitur. Ótrúlegt mark hjá þessum unga dreng. Þetta eru gullskot sem við eigum vinna í Voginum. Þórsar að vinna boltan. Leita tilbaka. Fjölnismenn komið með liðið framan. Ragnar Óli spýtir boltanum út af. Þetta er góð pressa. Máni kemur hann upp. Sækir á þetta. Máni yfir á Reynir sem kemur boltanum fyrir. Aron grípur boltan og Aron Birgir, góð pressa. Kristóf pressa vel á hann og Gummi Kalli yfir á Daginga. Daginga kemur boltan fyrir og Axel! Það er búið að dæma rangstæður en leikurinn heldur áfram. Menn þurfa að bakka. Söðurensen leitar að samherja. Fallegt spil af Fjölnismönnum og vonbrigði að þetta hefur verið fyrir innan. Sigfús kemur hann að ræðast á Fjölnismenn. Árni Elvar niður. Bolti fyrir. Dóri kýlir í burtu. Vel gert hjá Dóra. Kemur hann mál í leik. Dagur Ingi, það er nóg pláss hérna. Máni býður sig. Langur á Mána. Hann fyrir yfir. Máni. Og með skot og Kristóf og verið aftur. Þetta er dauðafæri sem Fjölnismenn fá hérna. Tvö tækifæri hjá Fjölnismönnum. Halldór Snæggi og svo með fína vöslur og heldur Þórsurum inn í leiknum. Þetta eru eitraða skyndisóknir sem við fáum. Þetta er okkar helsta vopn. Það tekur Máni Austmann skotið strax. Hann hafði getað beðið jafnvel gefið til hliðar. Nákvæmlega að taka skotið. Og þarna munaði litlu fyrir þá gulklæddu. Það er langur bolti fram. En það er engin hætt í þessu. Dóri grípur hennar.
Villi með boltan á Kristó. Það er aukaspyrna dæmt, farið í bakið á honum. Það var gott færi, Kristó var mættur til að fylgja eftir aðan, skotunum frá Mána. En Aron gerði góða vörslu. Góð varsla hjá Halldóri eftir að hafa staðið nánast kjurri eins og stytta þegar að síðan að Baldvin tók þetta ótrúlega skot á hann sem endaði með marki. Við sendum kæra kveðjur á Benidorm þar sem að Fjöllin Sýpur drykk kominn í kennarafríi góða. Kæra kveðjur. Já, kær kveðja í menningavöku Spánar lýðveldis. Og talandi Spán, þeir eru 3-0 yfir á móti Króatum. Ég er upp á móti kalla í knattspyrnu. Já, svona stórleikur hefur ekki áhrif á mætinguna í Voginum. Nei. Þetta er þetta sem þetta snýst um, fyrsta deild kalla á Íslandi í knattspyrnu. Þar slær hjartað. Þórsarvíkina vegna breytingasílunni koma Hermann Rúnarsson 22, Arnar Kristjánsson og númer 22 í Orri Arnarsson. Út fara leikmenn númer 9, Þorvaldsson. Þórsar að gera 2 breytingar á liðið sínu. Þrefalda skiptingu. Hermann Helgi Rúnarsson kemur inn á fyrir Alexander Már Þorláksson. Egill Orri Arnarsson kemur inn á fyrir Vilhelm Otto Bíring og Ingimar Arnar Kristjánsson kemur inn á fyrir Elmar Þór Jónsson. Þetta eru hættulega leikmenn. Sigur Höskuldsson með þrefalda skiptingu. Hann veit breytingar á sínu liði og það veitir ekki að. Þetta eru allt leikmenn sem spiluðu á móti Stjörnunni og stóðu sig vel. Þetta eru góð leikmenn. Sterkir leikmenn. En Fjölnismenn missa boltarina, Sigfús vinnur hann. Broti á Þórsurum en leikur heldur áfram. Sigfús spænir henni í gegn. Hann versti svo vel og Þórsar að vinna hornspyrnu. Það kemur örugglega mikill kraftur núna í lið Þórsara eftir þessa breytingu. Sörensen. Bolti fyrir. Og Rafael með skallan framhjá. Dóri var eitthvað tvístíðandi en það hafði engin áhrif. Fjölnismenn eiga þetta innkast. Þórsar að pressa á Fjölnismenn. Fjölnismenn missa boltan. Leita tilbaka. Aron með langa bolta. Koma Þórsarar. Sörens. Rafael. Glæsilegt skot. Þetta var í framhjá. Fín tilraun. Góð tilraun á Portugalanum. Þetta skot lofaði góðu en að lokum endar þetta í hornspyrnu. Það kemur kraftur með skiptingunni. Fjölnismenn þurfa að verjast þessu. Þeir taka það stutt. Máni hrifsar boltan til sín og setur þetta innkast. Þórsarar. Sörensen og bolti fyrir yfir af Fjölnismanni. Enn inn hornspyrnan. Vá, þetta var hættulegt. Bolti fyrir af Fjölnismanni og aftur í horn.
Þá taka hotspyrnuna hinum megin. Þeir taka það stutt, þannig að alveg frýr hérna hefur góðan tíma til að stilla boltanum fyrir. Máni Austmann hreinsa boltanum. Þórsar er búin að vera miklu beinskeytir eftir þessa þreföldu skiptingu hjá Sigurði og orkan er að leita þangað norður. Þórsarar komnir hérna við vítategin og boltinn fyrir. Sigfús og Baldvin berjast. Júlíus skallar þetta frá. Það er darraðadansinn í tegnum. Rafael á móti Daginga, Dagur Ingi. Það er leikur á Daginga og boltinn fyrir og það er enn einn hotspyrnan. Dagur Ingi sterkur þarna, búinn að vera góður í dag. Leitar upp á að kanta og skila góður í varnarvinnu sem á sóknarvinnu. Þeir ætla að negla þessu fyrir. Það er fókus í vörnina. Hár bolti hérna fyrir. Og þetta skallaði framjá. Nú var Fjölnismenn smá andrými eftir þessa pressu frá liði Þórs. Stór pressu á Þórsurum, þetta lítur vel út í að en sjáum hvað setur. Þeir taka það stutt. Reynir fær pressa á sig. Leysir þetta. Axel hérna. Sterkur Axel. Axel er með boltan. Axel gefur hann fyrir Gumma Kalla. Gummi Kalli ykkur leiku og bolti. Daniel missir hann. Yfir á Reynir Haralds. Axel. Yfir á Reyni. Baldvin. Gummi Kalli. Villi. Þórsar að verjast þessu vel. Baldvin leitar á Gumma Kalla. Tilbaka. Daniel. Missir boltan. Þórsar að snúa vörn í sókn. Sigfús. Reynir hennar sendingu fyrir. Fjölnismenn verjast þessu vel. Vel gert þetta Daginga. Boltinn kemur hennar á vinstra kantinn. Bolti fyrir. Og Júli hreinsar. Mikil pressa hérna. Júli hreinsar. Fjölnismenn í vandræðum núna að losa pressuna á Þórsurum og þeir eru ívið líklegri til að jafna þetta metin frekar en að Fjölnismenn bæti í. Kristófer. Ragnar Óli. Þórsar að leita tilbaka. Fjölnir færi liðu upp völlinn. Hérna er Daniel með góða pressu. Birgir horfir yfir völlinn. Gemur honum á Rafael sem að Fjölnismenn leysa úr þessu, fá innkast. Já, ungir drengir hérna á Voginum mæti með kaffivagnin, þetta lítur vel út. Stemningin er góð í Voginum. Hérna koma Þórsarar. Þeir eru að vinstra megin. Villi verst þessu vel. Og Júli hreinsar út. Það er pressa á Fjölnisliðinu. Rafael með boltan. Darraðadans í tegnum. Axel vinnur boltan. Sjáu þið styrkleikan í þessum gæja.
Það er brotið á honum. Vá, þvílíkur leikmaður Axel. Ótrúlega sterkur hérna og einhvern veginn vinnur boltan og heldur áfram að átta markið Þórsara. Þvílíkur styrkur í þessu löpum. Þessi skipting á Þórsurum hefur verið að skila góðum krafti. Ingimar, Ýmir og Egill, þetta eru glæsilega leikmenn. Nú eru Fjölnismenn að gera breytingu á sínu liði. Út að fara Dagur Ingi og Kristófer. Bjarni Þór Hafsteinn og Orri kom inn á. Dagur Ingi skilaði góðu dagsverki. Já, búinn að vera flottur í dag. Er hann jafnvel skipt einn út af vegna meiðsla. Hann er búinn að vera einn af okkar sterkari mönnum í dag. Kristófer, já, átti gott færi líka og þetta eru allt búin að fínar mínútur hjá þeim báðum. Fínt að Fjölnismenn halda þess boltanum innan núna. Já, Axel springir þetta upp hérna. Þórsar að vinna boltan. Missa boltan hérna. Þessi skipting muni gefa Fjölnismönnum góðan kraft. Þú veitir ekki af hérna síðusta hálftíman. Við höfum siglað þessum 3 stigum í hús. Þetta væri gífurlega mikilvægt stig fyrir Fjölnismenn og myndi styrkja stöðu þeirra á toppi deildarinnar. Og koma þeim upp fyrir Njarðvíkinga ef ég fer ekki með rangt mál. Boltinn hérna fyrir. Enginn hættaði þessu. Já, Njarðvík og Afturelding unnu sína leik í gær. Þannig að nágrannar okkar Mosfellinga er búinn að vera að gefa í og hvað, með 3 sigra í röð. Þannig að líta vel út. Líta vel út, nágrannarnir. Við viljum það. Við viljum að okkar fólk gangi ágætlega. Bjarni eins og sending hérna. Birgir Heimis yfir á Aron. Herru, þeir eru komnir inn í gegn. Það presta á hann. Glæsileg vörn. Þetta er vel varist. Þetta var ótrúleg vörn þarna á drengnum. Þvílíkur leikur sem við erum búin að eiga. Vörn Fjölnis búin að standa af sér nánast alla sóknir Þórsara. Það er aðeins að teygja á kálfunum. Þetta er gott. Villi er tilbúinn í að halda leik áfram og Sörensen tekur enn inn á hornspyrnuna. Þeir hóta hérna stutt. En Sörensen tekur boltan fyrir og rapa henni. Þeir skalla yfir. Þarna skall Hurnarið hælum. Ragnar Óli skallaði boltan yfir.
langur fram. Boltinn, stungusending. Ragnar Óli hreinsar. Rafael. Það er bara hörðbarátta á milli hans og Júla. Rafael með boltan, stungusendingu sem er misefnuð. Sterkur hann Rafael en nær ekki að fylgja þessu eftir og endar í höndum okkar góða markvarðar. Já, maður sér að þessi stóru sentera sem hafa verið að spila mútið Fjölni er að lenda í vandræðum á móti Turtönum. Baldvin og Júlíus búin að vera gjössalega geggjaðir í dag og þetta lítur gífurlega vel út fyrir komandi sumarinn í hóðin. Reynir yfir á Daniel. Boltinn niður á Júla. Fjölnis með byggjumsókn, boltinn upp hægra megin. Orri. Góð barátta. Fjölnismenn vinna hornspyrnu. Enn eitt horn í þessu leik. Orri Þórólfsson. Góða árásana. Fáum við góða snuddu frá Reyni Haralds. Þetta er kampaðins fótur frá Reyni. Þetta hefur oft endað með markið þegar hann er á réttum degi. Enga vitleysu, við viljum ekki sjá stuð og droppinu, bara lúðra þess inn á turnana. Reyni með bolta fyrir. Darra Adams í marktegnum. Þórsarar hreinsa. Þórsarar snúa vörn í sókn. Egill Orri. Yfir á Rafael. Fastur bolti. Rafael nær þessu. Ragnar Óli. Boltan fyrir. Fínt tækifæri þegar boltinn fer framhjá. Ungi norðamæðurinn Sigfús náði ekki að nýta sér þetta en góð tilraun á norðamönnum. Fjölnismenn gera tvöfalda breytingu síns mér á sínu liði. Fjölnismenn gera breytingu á liði sínu út af leikmenn 17 Vilhjálmur Hjálmarsson, nr. 29 Guðmundur Jónsson og innkoma nr. 6 Sigurður Reynisson og nr. 5 Dagur Austmann Hilmarsson. Dagur Austmann kemur inn á fyrir Fjölni. Dagur Austmann meiddist í þriðju umferð, kominn aftur í liðið. Svo kemur Sigurvin Reynisson inn á fyrir Gumma Kalla. Þökkum þeim fyrir góðan leik. Báðir leikmenn er búin að standa sér vel í dag og Gummi Kalli fær hérna viðurkennda hvíld. Já, menn þurfa alla orkunum fyrir Fjölnis Open til að eiga eitthvað í GM. Þórsarar ógna hérna, tapa boltanum. Axel vinnur boltan. Þórsarar vinna knöttinn. Vel gert, glæsilega gert. Þetta fer bara einhvert. Sigurvin sterkur þarna á miðjunni, stór og staðilegur. Glæsilega gert hjá Sigurvinni. Svona kortir eftir á leiknum, Fjölnismenn þurfa að múra við fyrir markið. Gera þetta vel. Það er andi í liðinu. Öllum hornspyrnum og hreinsunum er fagnað. Þetta er það sem við viljum sjá.
Fjölnismenn búin að vera ótrúlega sterkir hérna í seinni hálfleik, hafa nánast ekki gefið færi á sér og vonandi að halda þér þetta út. Langur inn á Orra. Þórsarar gerðu breytingu á sínu liði. Birgir Ómar kom inn á Birgir Ómar Hlynsson og út af fór sá skeinuætti Sigfús Fannar. Hann er búinn að vera þær helsta ógn að mínu mati. Axel vinnur hérna. Við eigum hennan bolta. Já, óvænt skipting af Þórsson. Sigfús Fannar eins og þú segir, búinn að vera gíflega hættulegur og búinn að vera eiginlega uppáhaldspunkturinn í flest öllu sóknum Þórsara. Það sýnir Siggi Hörskull vera að fá hérna gula spjaldið. Það er hitt í þessu. Það er hitt í breiðþingum. Bolti fyrir. Þórsarar hreinsa. Daniel vinnur hann skallaði við. Baldvin setur hann bara tilbaka. Langur á Rafael og Júli hreinsar í hornspyrnu. Þetta eru bara margar hornspyrnur sem að Þórsarar eru búin að fá í þessu leik. Við höfum náð að verjast í vel. Júli hefur staðið sig svo hetja hérna í dag og kemur þessi horn. Það sýnist Ímir Már alltaf spreita sig núna á hornspyrnunni. Það er einhver darraðans í teignum. Það er fundur. Sáttamiðlun. Já, þetta endar allt vel. Bolti fyrir. Dóri kýlar í burtu. Fjölnismenn hreinsa. Elías Ingi Árnason er á flautinni inn í Grafarvogi, búinn að standa sig með prýði. Standa sig vel. Maður hefur ekki tekið eftir honum, þannig við erum að hafa dómarana. Flottur dómari, búinn að standa sig vel í dag. Já. Maður finnir að Þórsarar eru orðnir smá pirraðir. Já, en mikið undir þetta verið Þórsara. Þeir vilja leita þessu jöfnunarmarki en hefur gengið illa að þefa uppi. Reynir hérna. Leitar á Baldvin. Skipta henni yfir. Dagur yfir á Axel. En Axel fer í þetta fullt og krafti og við höfum þetta innkast. Já. Alltaf okkar bolti. Axel að hann geggjaður. Fer í allt 100%. Hann er greinilega lært af okkar manni Begga Ólafs sem segir ef þú ferð ekki í hlutina 100% þá ferð ekki í þá. Alltaf 100%. Já, sá er að gera gott móta með Vestanhavs og Axel er að hlusta. Það er gott að hann hlustar. Beggi Ólafs er okkar lífskústner inn í Grafarvogi. Aron kallar Þórsarna fram, ætlar að bomba þessu. Júli étur hennar skallabolta. Já, Gunni, við verðum nú að segja eins og varnarmennirnir okkar, Baldvin og Júli, eru búin að vera menn leiksins hingað til og þeir eru búin að vera alveg gífurlega þéttir og halda því væntanlega bara áfram. Já, við viljum þessa háa bolta. Það er Fjölnismönnum í hag að spila í loftinu. Rafael kemur sá fram en Reynir hreinsar. Þessi Sigurvin nær ekki þessum bolta.
7 mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Við hefum ekki detta of aftarlega. Rafael reynir, kemst í þennan bolta en það er dæmd aukaspyrna. Fjölnismenn brotlegir hérna. Það er enn einn hái boltinn sem að kemur fyrir núna. Menn þurfa að standa vaktina. Birgir er með góðan fót. Boltinn fyrir. Darraðans í teignum. Það er hjólast að spinna þenn. Það er dæmd rangstaða. Klauvalegt að Þórsurum að dæmda á sér rangstöðu þarna. Þetta var, já, góð spilna á Birki en þeir náðu ekki nýta sér þetta. Mér sýnst að einn breytingin verið að eiga sér stað. Máni Austmann fer að velli, hann halstrar að velli. Það er ekki gott að sjá það. Nei, Máni búinn að vera fínn í dag þótt hann hefur ekki verið gífulega mikið í boltanum. Hann hefur verið staðið sína plikt frammi og hefur haft góða mínútur hérna. Oliver Dagur kemur inn á fyrir Mána. Það er glæsilegt, Fjölnismenn vinna boltann. Reynir, nú pláss yfir á Bjarna. Glæsilega spila og Reynir með flugbraut. Bolti fyrir. Dauðafæri sem Fjölnismenn eru með það. Vel spilað. En Orri klúraði þennan dettara. Þetta var dauðafæri á Orra. Því miður fyrir Fjölnismenn á dagdeldingi núna. Enn eitt skallæfi hérna og henn er ítt við Rafael. Bjarni gerist brotlegur hérna. Það hefur verið svakalegt að fá mark þarna Sverrir. Það hefur verið rosalegt og þarna átti bara Orri einfallega að setja hann en svona er þetta stundum. Rafael sniður hérna, nælir sér í aukaspyrnu og var ekkert á þetta. Ímir Már. Hár bolti fyrir. Fjölnismenn skalla þetta frá. Axel að sjálfsögðu mættur í boltan og Daniel yfir á aðeins aftalega og Sörensen vinnur þetta glæsilega. Þórsar að halda boltanum. Sækja henni vinstri kantir. Axel hendir sig í þetta. Já, gjörsamlega geggjaður. Það er bolti fór út af. Markspyrna. Markspyrna Fjölnis, ná að kæla þetta niður, það er búin að vera mikill hitt í þessu og Fjölnismenn næstu er búin að komast eftir 2-0 en það er bara ennþá 1-0 og Þórsar eiga ennþá möguleika á að jafna metin. Já, Dagur Austmann gerði vel þarna í vörninni. Setti góða pressu á Þórsarann. Við fáum Andri Mína, markspyrnu. Rafael. Þórsarar komnir inn í góða þjóðu en neða rangstæður. Það er flaggað þarna. Góður bolti á Rafael en dæmd rangstæða. Það var mikið léttir að sjá þetta flagg fara á loft. Tvær mínútur eftir að venjuleg leiktíma. Lítið eftir hérna, það er mikill hitt í voginum og þeir gulklæddu vonast eftir sigri okkar manna. Já. Ef þessi stíg koma í hús þá breytum við öldin í trapphús. Já. Það er bara þannig. Það er bara svoleiðis. Boltinn yfir á Axel. Þórsar að leysa, þetta er aukaspinna. Það er brotið hérna á Sigurvin.
Það skiptir einhver máli hvort það sé öldin eða eitthvað annað. Það lifnar alltaf í voginum þegar okkar menn náð 3 punktum og þetta lítur vel út. Þetta er arfaslug aukaspinna. Dagur hérna spinnur honum bara út af. Þetta var alveg ótrúlega spinna. Sigurvin, Fjölnismenn vinna þetta. Léleg móttaka hana. Ef þetta enda svona þá verður Þórsarar í 9. sæti með 6 stig. Það eru... Og Fjölnismenn fara á toppinn með 17. Stigið fyrir hann Njarðvíkinga. Það eru erfiðar mínútur eftir. Menn þurfa að halda fókusina í 3-4 mínútur. Júli, Fjölnismenn vinna boltan, Sigurvin yfir á Orra. Orri snýr hérna vel. Orri sterkur. Yfir á Bjarna. Bjarni gerir árás. Feikar skotið. Hleypur niður á hotfóna. Reynir býður sig. Þetta er fínt. Leikur hann á Þórsarana. Komur í fyrirgjöfastöðu. Brotið á honum. En við vinnum. Ekki neitt. Markspyrna. Þetta var tæft. Þetta var... Það var vítaspyrna lykt af þessu. Það var guldspjald. Og það er spjald af Þórsarar. Hann var ekki ánægður með þessa dífu. Hann vildi meina að þetta var dífa Þórsarinn. Stjakaði við honum. Já, Fjölnismenn koma henni upp. Bjarni hérna, fiskafætur, Aron nær boltanum. Sigurvin sterkur á miðjunni, Júli skalla frá. Darra að dansina. Þetta er hættulegt. Fullan fókus, Birkir með háanbolta. Dóri grípur þennan. Vel gert hjá Dóra. Búinn að vera pottþéttur í dag, Dóri. Alveg glæsilegt. Já, ég vil eiginlega bara setja mann leiksins á markaskora leiksins. Baldvin. Já. Já, ég er gjörsamlega sammálaður. Hann er búinn að vera alveg sturlaður í dag inn. Reynir vinnur skallanina. Herðu, það er brotið hérna Daniel. Þetta var... Það er bara sagt að leik halda áfram. Algjört bull en Ingimar er komin inn á boltinn út af. Það skiptir ekki neinu. Nei, þarna voru Fjölnismenn heppnir að þetta fór í strandi á Þórsarum út af þetta var minnstakosti aukaspyrna. Nú eru 91 komur á klukkunni, ég veit ekki hver uppbóta tíminn er. Það er engin tæknileg spjöld hérna sem hafa verið sett upp. Nei, fjóriði dómarinn hefur ekkert komið neitt spjald þannig að við vitum ekki hvað er í gangi. Við erum allan að halda henni í 2 mínútur enn. Rafael. Fjölnismenn vinna boltan. Orri sterkur og stór, glæsilegt. Halda bara boltanum. Bara vera yfir á boltanum. Róksa að byrja, já. Þið myndið halda bara einu síðustu sóknum. Sjáu þið Axel, hann pressar þetta vel. Þvílíkur orkubolti. Þórsarar komnir hérna í góða stöðu. Ingimar. Bolta fyrir. Það er brotið á Fjölnismanni. Nú höfuðhögg. Leikur stöðar. Þetta leit ekki vel út og... Við viljum fá sjúka þar, hann kemur inn að askvaðandi inn á. Nú geta menn aðeins andað og náð fókus fyrir síðustu mínúturnar. Sjáum hérna brotið á honum, klaufalega gert hjá Þórsurum að brjóta af sér í þessari stöðu. Með pressu á Fjölnisliðinu. Já, þetta hefði geta verið gífurlega hættulegt. Norðamenn voru þarna komnir í fína stöðu en brjóta þarna klaufalega á sér.
Já, okkar mati er Baldvin maður leiksins. Það kemur ekkert annað til greina þótt að starfsbróðir hans Júli sé búinn að vera svakalegu líka en þetta mark verður alltaf í topp 5 í flottustu mörk fyrstu deildarinnar í ár, lengi deildarinnar og verður lengi í minnum haft. Orri hérna Birgir flengjurum á Rafael og Baldvin Bensi vinnur skallaði við og Fjölnir vinnur boltan, Sigurvin verður rólegur á boltanum. Góður bolti á Sigurvini. Bjarni bara í rólegitum. Tími vinnur með Fjölnismönnum, það eru krúsítúlur og það er brotið á Fjölnismönnum, nei. Það er ekki dæmt neitt, Þórsari er innkast. Ítil ánaði stúkunum með þetta en þau eru bara sterkir í fótunum. Aron með langa bolta fram. Fjölnismenn hreinsa. Er þetta ekki bara að vera búið? Það eru 5 mínútur komnar yfir venjulega leiktíma. Ég skil ekki ekkur að bæta svona miklu við. Ég hef allar að mista þessu. Júli vinnur skallaði við, Orri setur pressu hérna og boltinn út af, þetta lítur vel út! Lítur að koma í höfn núna af Fjölnismönnum, boltinn er komin á leik og eins og þú segir, næstu 6 mínútur komnar á klukkuna og dómarinn ætti að vera flautandi leiksloka. Hann lítur á flautuna og þetta er búið! Þetta er búið! Fjölnismenn vinna Þórsara 1-0 í Daglóksum og tilla sig á toppinn í lengjudeildinni. Risa sigur af Fjölnismönnum sem spiluðu gífurlega vel, sérstaklega í seinni hálfleik og sigldu þessum flotta sigri heim. Baldvin gjörsamlega geggjaður og með þetta frábæra mark og kemur Fjölni á toppinn. Næsti leikur Fjölnismanna er í Breiðholtinu á móti ÍR, þar sem að Reynir Haralds sigur á móti sínum gömlu félögum 20. júní. Við sjáum hérna aftur markið, förum aðeins yfir þetta, sjáu þið. Það var hægt að spila þetta í allt kvöld þess að bara slökka á þessu Evrópumóti. Þetta er rosalegt mark. Hann er frosinn á línunni og Baldvin neglur svo inn. Þetta er það sem að gerði gæfumuninn og tryggði Fjölnismönnum 3 stig í dag. Við þökkum kærlega fyrir okkur, ég Gunnar Hrafn Arnarson og Sverrir Hermansson. Sjáumst á næsta heimaleik Fjölnis. Takk fyrir.